Hvað kostar slugs og slök stjórnun? Hvenær erum við sem stjórnendur og starfsmenn að skapa verðmæti og tekjur fyrir fyrirtækið og hvenær ekki? Þetta er Gunnar. Hann rekur fyrirtæki sem veltir 100 milljónum á ári. Þar af fara 80 milljónir í launakostnað. Fyrirtækið selur einungis vinnu. Þessi hlutföll tekna og breytilegs kostnaðar gefa 20% af framlegð upp í fastan kostnað eða 20 milljónir í álagningu. Það starfa 10 manns hjá fyrirtækinu og það eru unnir 40 tímar í dagvinnu og 8 tímar í eftirvinnu á viku. Starfsmennirnir sem vinna hingað og þangað bæinn mæta allir á verkstæðið á morgnana. Þeir stimpla sig inn, fá sér kaffi, taka til verkfæri og fleira. Keyra síðan út til viðskiptavina. Þetta tekur mislangan tíma og Gunnar og starfsmenn hans eru sammála að 20 mínútur líði á hverjum morgni þangað til menn eru búin að koma sér að verki hér og þar bæinn. Ef við skoðum fleiri svipuð atriði þar sem að menn leggja niður störf eða eru ekki að vinna beint að verkefnum, þá sjáum við að ýmsir litlir hlutir tínast til. Hér eru meðaltöl fyrir hvern starfsmann á einum degi. Pásur yfir daginn 30 mínútur. Skreppa eftir efni, verkfærum eða öðru 10 mínútur. Viðskiptavinir hringja beint í starfsmenn til að ræða önnur verk 15 mínútur. Persónuleg símtöl í farsíma eða netnotkun eins og Facebook eða fréttir 15 mínútur. Og fljótt í eða seint úr mat og kaffi 10 mínútur. Skreppa frá vegna einkaerinda 5 mínútur. Vinna upp mistök eða galla sem verða við vinnu 5 mínútur. Samtals að meðaltali 1,83 tímar á hvert starfsmann á dag eða sem nemur rúmum 4.000 tímum á ári fyrir allt fyrirtækið. Ef þessi tími hefði verið nýttur til vinnu hefði mátt auka söluverðmæti tæplega 18 milljónir. Örugglega mætti tína fram ýmsa aðra þætti og eflaust vilja sumir meina að það sé meiri eða minni tími sem fer til spillis. Þessu myndbandi er fyrst og fremst ætlað að vekja athygli á því að það er ekki allur tími sem skapar verðmæti. Hugsum dæmið til enda. Samtök iðnaðarins.